Brynjar, bara með meiri samvarandi sigrum sem ég séð ykkur fara í vetur hér í kvöld í fyrsta leik í úrslitum. Þetta hlýtur að vera, kærkomið. Já, þetta löng viku pása, það var alltaf nátt. Ég var að kíkja á fjóra leikum á Keflavík í gær. Ég var að vera heil eilíð síðan og ég get ímyndið mig fyrir Grindvíkingana þeim leiðum. Það hefur verið á síðasta tímabil að spila Stjörnuna og það er erfitt að fá svona langa pásu. Jú, það er gott að sópa en ég var mjög kærkomið eins og í fyrra og hitti fyrir að fara í ottaleikunum í Njarðvík. Það undirbjóð okkur bara mjög vel undir alvöru leiki og með blóð á tönnunum. Já, algjörlega. Þannig að þetta er vonandi það sem koma skal. Ræðum aðeins leikinn í kvöld. Hvar brotnar Grindavík hjá okkur? Kannski í lok annars leikum þegar við náum svona þessari 10 stiga forystu, 13 stiga forystu í hálfleik og svo byggðum við aðeins á því, byrjum seinni hálfleikin sterkt. Þannig að fyrstu 5 mínúturnar þá komum við þessu strax upp í 20 stig og eftir það fannst við vera með leikinn. Bara ekki litið tilbaka eftir það? Nei, og síðan kom smá sjálfstraust í okkur og bekkinn og þá áttu við bara ekki séns. Svona aðeins að þér, þú var stigalaus í fyrri hálfleik og skorar ekki 14 svo í þriðja leiklutanum. Hvað, var þetta eitthvað með ráðum gert hjá þér og þjálfaranum eða? Nei, mér fannst ég vera lélegur í fyrri hálfleik og kannski voru lappirnar þungar eftir að viku hlé. Það er dálítið vont að borða lambalæri tvisvar á dag og svona sko. Það getur farið í lappirnar en mér fannst við koma bara mjög sterkir út og sérstaklega sem lið í seinni hálfleik. Það kom smá andi yfir okkur og stúkan lifnaði aðeins við og þetta var bara, mjög öruggur sigur að mínum mati. Þú farið í Grindavík í næsta leik. Hvað þurfum við að gera til þess að halda haus? Halda þessu áfram? Passa að þeir komist ekki á annan komist ekki í hlaupagírinn sinn. Það er alltaf mjög auðvelt að hlaupa í Grindavík. Þú spilar á 20 metrana í staðinn fyrir 26. Þá líður manni svona eins og maður sé alltaf í færi. Þeir sérstaklega heima eru alltaf í færi og þeir skora þar. Við þurfum að stoppa það. Takk.